Nú komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér er umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Góðan dag, komið sæl. Næsti kafli í Blóðsáttmálun sem við tökum heitir Davíð og Jónatan. Við höfum þegar sagt að Gamla testamenti sé fullt af eftirmyndum af einhverju sem átti að koma, einhverju sem Drottinn bjó fólkið undir. Gamla testamentið er söguleg frásögn sem hefur að markmið að gefa okkur frumskilning á þeim blóðsáttmála sem Guð gerði, fyrst við Adam og síðar við Abraham, skuggamyndir af nýja sáttmálanum sem Guð gerði við mannkynið í Jesú Kristi. Önnur eftirmynd af nýja sáttmálanum í Kristi er blóðsáttmálinn sem Davíð og Jónatan gerðu með sér. Ef við hefðum prédikað jafn mikið út frá frásögunni af þessum sáttmála og við höfum talað þennan atburð við börnin í sunnudagaskólanum, þá hefði söfnuðurinn dýpri skilning á þeim boðskap Nýja testamentisins en raun er á. Hann gaf sig alfarið Davíð. Þegar tveir menn gerðu með sér sáttmála voru þeir leið fulltrúar eða forvígismenn ættar eða þjóðarbrots. Þeir gerðu ekki sáttmála sem bara gilti fyrir þá sjálfa, heldur gilti sáttmálin einnig fyrir börn þeirra, fædd og ófædd. Komandi kynslóðir voru einnig með í sáttmálanum sem Davíð og Jónatan gerðu með sér. Í 1. Samúelsbók, 18. kafla 3-4 versi stendur: og Jónatan gerði fóstbræðralag við Davíð af því að hann unni honum sem lífi sínu, og Jónatan fór úr skikkju sinni sem hann var í og gaf Davíð hana, svo og brynjukufl sinn og jafnvel sverð sitt, boga sinn og belti. Þegar Jónatan gaf Davíð skikkju sína og meira að segja brynjukufl sinn, þá var þetta merki að hann gæfi sig alfarið Davíð. Og þegar hann gaf sverð sitt, boga og belti, þá skuldbatt hann sig til að verja og vernda Davíð með öllum tiltækum ráðum. Trúlega gerðist þarna miklu meira en þetta. Davíð og Jónatan gerðu með sér sáttmál og blönduðu blóði sín á táknrænan hátt. Með því sögðu þeir: það sem ég er sameinast nú því sem þú ert, og við höfum undirritað samningin á hendur okkar. Á hverjum degi skulum við vera myndir hvor á annan og ábyrgð okkar hvor fyrir öðrum. Ef annar hvor þeirra varð fyrir ásókn óvinnar, tók hinn aðilinn það sem árás á sig. Þegar tveir gera með sér sáttmála verða þeir eitt, eins og áður segir. Í þessu tilviki þýddi það að Jónatan sem var krónprins fékk meiri ábyrgð gagnvart manni sem sagði sjálfan sig: ég er maður fátækur og lítilsáttar, í 18. kafla 23. versi, en hann hafði gagnvart föður sínum sem auk þess var konungur landsins. Konungurinn stóð gegn vilja Guðs á meðan Davíð í samræmi við vilja Guðs var smurður til konungs. Þetta voru erfiðar aðstæður bæði fyrir Davíð og Jónatan, því Sál reyndi nokkrum sinnum að taka Davíð af lífi. Í hvers skipti sem Sál konungur sá Davíð urðu árekstrar og jafnvel oft bjargaði Jónatan vini sínum frá því að ganga í gildrur föðurins. Þetta sannar að þegar menn gera með sér sáttmála deyja þeir frá sinni eigin sjálfsvörn, menn geta ekki lifað óháður þeim sem þeir hafa gert slíkan sáttmála við. Jónatan bjó á heimili sem hafði vikið frá vilja Guðs, en sjálfur vildi hann vera Guði þóknanlegur á öllum sviðum. Hollusta Jónatans var þess vegna fyrst og fremst bundin Davíð sem lifði í vilja Guðs. Sáttmálinn bjargar syni Jónatans. Þessi sáttmáli átti eftir að hafa áhrif á kynslóðir sem ekki voru fæddar. Strax eftir að sáttmálinn hafði verið gerður, eignaðist Jónatans son sem var gefið nafnið Mefibóset. Hann fæddist sem sé í fjölskyldu Sáls. Það er ljóst á meðan faðir Mefibósets lifði fékk drengurinn gott uppeldi. En Jónatan auðnaðist ekki langt líf, hann féll í orrustum leið og faðir hans Sál konungur tók sig af lífi með hjálp Amalekíta nokkurs, sem stendur í 1. versunum í 2. Samúelsbók. Davíð söng sorgarkvæðið yfir Jónatani, þar segir í síðasta versinu: sárt trega ég þig, bróðir minn Jónatan, mjög varstu mér hugljúfur, ást þín var mér undursamlegri en ástir kvenna. Og þetta er í 2. Samúelsbók, 1. kafla 27. versi. Þegar fregnin dauða Sáls og Jónatans barst til hirðarinnar, greip þar sig mikil skelfing.
allir óttuðust líf sitt þegar Davíð átti að verða arftaki Sáls í konungshásætinu. Fólkið hafði fengið falskar upplýsingur að Davíð væri óvinnur hirðarinnar og myndi trúlega lífláta alla þegar hann fengið tækifæri til þess. Fóstran sem annaðist Mefibóset, son Jónatans, flýði í ofbóðu með drenginn sem þá var 5 ára gamall, en í ofbóðunni hún flýði, féll hann og var lamið, stendur í 4. versi í 4. kafla í 2. Samúelsbók. Mefibóset hefur sjálfsagt verið sagt á heimili Sáls að líf hans væri í hættu ef Davíð yrði konungur. Þegar faðir hans og afi voru dauðir og fjölskyldan flúði með þeim afleiðingum að drengurinn slasaðist, komu þau til staðar sem heitir Lódebar. Ef þau lifðu þar ekki í neyð og fátækt, þá lifðu þau að minnsta kosti engu kóngalífi. Það hlýtur að hafa verið afar auðmýkjandi fyrir lítinn prins, fyrir hugsanlegan konung, að lifa útleða lífi og vera bæklaður að auki. Mefibóset ólst upp hjá fólki sem hataði Davíð eins og Sál konungur gerði. Honum hefur trúlega verið sagt að ef Davíð næði honum væri hann dauðans matur og að það væri Davíð sök að Jónatan féll. Þeir sem stóðu honum næstir hötuðu Davíð og óttuðust hann og vildu ekki fyrir nokkurt mun að hann fyndi þá. Þegar drengur sem borinn til konungs elst upp við slíkar kringumstæður og neyðist til að lifa í einangrun og fátækt sem örkumla maður, getum við gert okkur í hugulönd hvernig honum líður. Biturleiki og hatur voru förunautar sálar hans. Hann vissi nefnilega ekki að hann var í blóðsáttmála með Davíð konungi. Þegar faðir hans gerði sáttmála við Davíð voru afkomendur Jónatans með í sáttmálanum. Í raun og veru átti Mefibóset að geta búið áfram í konungshöllin eftir dauða föður síns án þess að vera í nokkru hættu, en þetta vissi hann ekki. Þeir sem hötuðu Davíð héldu þessu leyndu fyrir honum, þeir lugu að honum og hrættu hann með Davíð eins og hann væri óvættur, þannig var honum haldið frá réttindum sínum. Miskunnsemi vegna Jónatans. En hvernig horfði þetta við Davíð? Hann gat ekki gleymt sáttmálann við Jónatan. Á hverjum degi sá hann merkið á hægri hönd sinni og ef til vill varðveitti hann skikkju Jónatans, sverðans og belti sem eitthvað mjög dýrmætt. Hann gat ekki með nokkrum skilyrðum virt þennan sáttmálað vettugi. Hann varð að vera trúr blóði Jónatans og Davíð spurði Davíð, nokkur maður eftir orðin af húsi Sáls? Honum vil ég miskunn auðsýna fyrir sakir Jónatans. Nokkur eftir af húsi Sáls að ég megi auðsýna honum miskunn Guðs? Þá var Davíð sagt, enn á lífi sonur Jónatans og lami á báðum fótum. Hvar hann? Sagði Davíð. Í Lódebar. Þá sendi Davíð konungur og lét sækja hann í hús Makís Ammielssonar í Lódebar, eins og stendur í 9. kaflanum síðari Samúelsbók. Það var ekki algeng sjón þarna út á landsbyggðin að sjá glæsilegu ökutæki dregin af fallegum hestum eins og það sem nú nálgaðist í Lódebar. Úr mikilli fjarla var hægt að sjá að þetta voru konunglegir hestar og vagn frá hirð konungsins. Nú fékk Mefibóset sinn staðfestan. Hann var sannfærður að Davíð hefði komist að því hvar hann væri og nú væri hann dauðans matur. Já, allt benti til þess. Þeir voru komnir til að sækja hann, honum var lyft upp í vagnin og síðan var haldið áleiðis til Jerúsalem. Mefibóset hélt að sjálfsögðu að nú myndi það henda sem honum hafði verið sagt allt frá því hann var lítill. Davíð konungur ætlar að kvelja hann, hálshöggva hann og henda líkama hans fyrir hundana. Þeir færðu Mefibóset til konungsins og hann kastaði sér á grúfu við fætur Davíðs. Þegar hann hélt að einn þjónninn ætlaði að grípa í hann og byrja að pína hann, heyrði hann vingjarnleg orð. Vertu óhræddur því að ég vil auðsýna þér miskunn fyrir sakir Jónatans föður þíns og fá þér aftur allar jarðareignir Sáls forföður þíns og þú skalt jafnan eta við mitt borð. Mefibóset trúði ekki sínum eigin eyrum, ætlaði Davíð að sýna honum miskunn, honum sem mátti líka við dauðan hund. Ef hann vissi hver ég í raun og veru og hvað ég hef alla tíð hugsað hann, þá myndi hann ekki geta sýnt mér neina miskunn. Og Mefibóset sagði hreint út, hvað þjónn þinn þess að þú skiptir þér að dauðum hundi eins og mér? Og við getum getið okkur þess til að hann hafi bætt við, þú veist ekki hvað ég hef sagt þig, þú veist ekki hvaða nöfnum ég hef nefnt þig allt frá barnæsku. Ég hef hatað þig og gert gróft gys að nafniðinu, ég ekki verður miskunnar þinnar, ég óverðugur. Svo höldum við áfram í næstu viku með frásögninni af Davíð og Mefibóset, syni Jónatans. Takk ykkur fyrir áheyrnina. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn skrifið af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Lífets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.